Já, ég heilsa ykkur í Jesú nafni og í dag langar mig að fjalla hvernig hjálpræði á sér stað í helgidóminum. Og það er mikilvægt fyrir okkur að skilja hvernig Guð tekur á syndavandamáli okkar. Ef við vitum ekki hvernig Guð tekur á þessu vandamáli, þá vitum við ekki hvernig við eigum að bregðast við því sem hann er að gera. Guð hefur gefið okkur þekkingu í orði sínu á því hvernig þetta á sér stað. Og þess vegna hef ég kosið að kalla þetta erindi hjálpræði í helgidóminum. Og Guð gaf Ísrael helgidóm til að kenna þeim allt varðandi hvernig friðþægt er fyrir syndir. Og við þurfum að þekkja þessa hluti. En áður en við förum þangað, þá langar mig að benda ykkur á merkilegt vers sem er í Daníelsbók, 8. kafla. Daníel, hann var í sýn og þar sem hann fær upplýsingar hvað verða skal í framtíðinni. Nú, ég ætla ekki að fara að útleggja það í smáatriðum hvað þessi sýn fjallar. En það eru 2 vers þarna í 8. kafla sem að leggja línurnar af því hvað ég ætla að tala í dag. Það er annars vegar vers 14 í 8. kafla, það sem segir: og hann sagði við mig, 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Og þið sem hafa skoðað Daníelsbók og rannsakað spádómana sem þar er að finna, þið vitið að þetta tímabil það spannar 2300 ár. Það er þegar dagur stendur fyrir ár. Þannig er þetta lengsti tíma spádómur Biblíunnar, sem spannar 2300 ár. Og hvað mun gerast í lok þessa tímabils? Það segir það þarna, hvað mun gerast? Helgidómurinn verður komin í samt lag. Og hvað þýðir það að helgidómurinn sé komin í samt lag? Þegar þú skoðar þetta vers í ýmsum enskum þýðingum, þá er það yfirleitt þýtt þannig að helgidómurinn er hreinsaður. Hann er gerður hreinn á ný. Þannig að það er einhvers konar hreingerning sem mun eiga sér stað í helgidóminum. Hvernig mun þessi hreingerning eiga sér stað? Og hvenær? Það er eftir 2300 ár frá því að þessi tíma spádómur hófst. En það segir í vers 19: og hann sagði, sjá ég kunngeri þér hvað verða muni, þá er hinn guðlega reiði tekur enda, því að sýnin á við tíð endalokana. Hvenær er það þá sem þessi hreingerning á sér stað? Það er við tíð endalokana. En eftir stendur svo spurning, hvernig stendur á því að helgidómurinn er óhreinn? Hvað er það sem gerir hann óhreinan? Getum við vita það? Nú getum við ekki komist að því með því að skoða hvað átti sér stað í helgidómi Ísraelsmanna sem gerði hann óhreinan. Klárlega getum við það og því skulum við skoða það eins. Það segir hér frá því hér í 3. Mósebók 4. kafla, vers 14-18, hvað það var sem gerði helgidóminn óhreinan. Og það segir, þá skal söfnuðurinn þegar syndin sem þér hafið drygt er vitanleg orðin, færa ungneiti til syndafórnar og leiða það fram fyrir samfundatjaldið. Og skulu öldungar safnaðarins leggja hendur sínar á höfuð uxans frammi fyrir drottni og slátra uxanum frammi fyrir drottni. Og smurði presturinn skal bera nokkuð af blóði uxans inn í samfundatjaldið. Og skal presturinn drepa fingri sínum í blóðið og stökkva því 7 sinnum frammi fyrir drottni, fyrir fram af forntjaldið. Og nokkru af blóðinu skal hann ríða á horn altarisins, sem er frammi fyrir drottni, inn í samfundatjaldinu. En öllu hinu blóðinu skal hann hella niður við brennifórnaraltarið, sem er við dyr samfundatjaldsins. Og takið eftir hvað þetta eru mörg skref. Það er í raun syndarinn sem drepur fórnardýrið, því það hefði ekki þurft að deyja nema fyrir það að hann drýgði synd. Hvað var að gerast þegar öldungarnir lögðu hendur yfir fórnardýrið? Syndin var þannig færð af syndaranum yfir á fórnardýrið. Þá er það sem fórnardýrið ber syndina í hans stað. Sektin var flutt af syndaranum yfir á dýrið
og þannig var syndarinn laus við hana. En syndin endaði ekki þar. Það var ekki endirinn á ferlinu. Hvar var syndin núna? Hún var á fórnardýrinu og því slátrað vegna þess að laun syndarinnar dauði. Það verður ekki komist hjá því. Einhver þarf að deyja vegna syndarinnar. Ef ekki sá sem að drýgir syndina, þá einhver staðgengill. En jafnvel þá ferlinu ekki lokið. Því næst blóðinu mengað af syndum okkar, borið inn í samfundatjaldið, inn í helgidómin og því stökkt á viðeigandi stað í helgidóminum. Dag eftir dag, allt árið, var mengað blóð stökkt inn í helgidómin. Geturðu ímyndað þér óhreinindin sem af þessu hlýst? Var helgidómurinn óhreinn? Vissulega, og ekki bara af blóði. Hann var óhreinn af syndum okkar sem voru daglega bornar þangað inn. En allt þetta ferli, það útrýmdi ekki syndinni. Hún þegar til staðar í helgidóminum. Syndin safnast þar upp í helgidóminum. En það betra að það safnist þar. Því að ef syndin fer ekki inn í helgidómin, hvar hún þá? Þá hún ennþá á okkur. Förum nú í allt annan stað, í sálmana. Sálmarnir eru sálmabók Biblíunnar og það mikið að finna varðandi helgidómsþjónustuna. Og í sálmi 32 höfum við fullkomna lýsingu á því sem á sér stað. Og það segir: sæll sá afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll sá maður drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í anda. Meðan ég þagði tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér, lífsvöku minn þvarr sem ég sumar breiskju. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti: ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgafst syndasekt mína. Og spurningin hvernig syndin hulin, eins og hann segir þarna? Synd hans hulin. Hún hulin vegna þess að hún hafði nú verið lögð á staðgengilinn sem var svo tekin af lífi og syndin í blóðinu færð inn í helgidómin. Presturinn bar blóðið inn í helgidómin. Blóðið gefur okkur annað tækifæri og við erum ekki lengur sek. Syndin fyrirgefin vegna þess að fórnarlambið úthellir blóði sínu þannig að hægt sé að flytja syndina af syndaranum inn í helgidómin og þannig syndarinn og syndin hulin þar. En hún ekki horfin, hún aðeins hulin. Helgidómurinn það sem Guð býr. Þar sáttmálsörkin sem geymir lögmálið sem hafði verið brotið. Helgidómurinn lýsir því hvernig Guð tekur á synda vandamálinu. Það var syndin sem lögð var á höfuð staðgengilsins sem olli því að hann var drepinn. Þannig að syndin var á fórninni þegar hún dó. Ekki lengur á einstaklingnum sem hafði syndgað, heldur var hann flutt yfir á fórnina. Fórnardýri dó í hans stað. Síðan var það blóð borið inn í helgidómin með syndinni og þannig færðu syndina frá þér inn í helgidómin. Það verður að koma henni af þér á staðgengilinn. En lambið hefði ekki dáið ef syndir hefði ekki verið lögð á það. Engin þörf á að koma með lamb að altarinu. Og Jesús hefði ekki dáið ef syndir okkar hefði ekki verið lagðar á hann. Við þurfum að sjá þetta fyrir okkur. Við þurfum að skilja hvað að gerast. Við þurfum að upplifa það. Við þurfum að tala það við Guð. Drottinn, taktu þessa synd frá mér. Ég hata hana en ég elska hana á sama tíma. Vinsamlegast taktu það frá mér að eilífu. Ég vil ekki hafa það í lífi mínu. Hvar syndin þín núna?
Annarkvort eru þær á þér, þú berð ábyrgð á þeim, eða þær eru í helgidómnum, í himneska helgidóminum. Þetta eru einu tveir staðirnir sem synd þín getur verið. Annarkvort á þér og þú ætlar að greiða fyrir þær sjálfur, eða á himnum. Annarkvort í hjarta þínu, eða hafa verið fluttar fyrir blóð Jesú í himneska helgidómin. Ég vona að þú viti fyrir víst að synd þín er hulin blóði Jesú Krist, að synd þín sé hulin. Davíð sagði, sæll er sá afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Hvar er hún hulin? Hvar er synd Davíðs í dag, þegar hann lét undan freistingu, tók sér konu annars manns og kom því svo fyrir að maður hennar yrði tekin að lífi á vígvellinu? Hvar er þessi synd í dag? Hún er hulin í helgidóminu. Hún er ennþá þar, enn þann dag í dag. Hulin í blóði lambsins sem var staðgengill hans og úthelti blóði sínu svo Davíð geti losnað undan sekt hennar. Hugsið ykkur óhreinindin í helgidóminum af öllum syndunum sem hafa borist þangað í árþúsundir. Engin undra að það er reykelsi þar til að draga úr óþefinum og af öllum þessum syndum. Svo það ætti að vera öllum ljóst að það er ekki endirinn á ferlinu. Það er ekki endalega búið að afgreiða þessar syndir. Það er eitthvað meira sem þarf að eiga sér stað. Guð getur ekki látið helgidóm sinn vera óhreinan og illa þefjandi alla eilífð, er það? Það verður að gera hreint. Það verður að koma þessum syndum aftur út og binda enda á þetta fyrir fullt og allt. Það er það sem ég er búin að vera að lýsa, þetta sem ég er búin að vera að lýsa. Það er aðeins hluti af ferlinu. Það er vissulega mjög mikilvægur hluti af ferlinu, en það er meira sem þarf að koma til. Hins vegar er það það bil allt og eins langt og flestir ná. Jafnvel í kirkjum í dag er aðeins talað það, Kristur dó á krossinu. Syndir mínar eru fyrirgefnar vegna þess að Jesús tók þær allar með sér á krossin. Fólk segir, allar syndir hafa verið fyrirgefið, jafnvel syndir sem enn á eftir að drýja hafi strax þá verið fyrirgefið á krossinu. Er það raunveruleikinn? Er það samkvæmt því sem við erum að skoða? Sjáðu hvað segir í Postulasögunni 2, 37-39. Er þeir heyrðu þetta, var sem stungið var í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostolana, hvað eigum við að gjöra, bræður? Og Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krist til fyrirgefningar synda yðar, þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Hafði Jesús þegar fyrirgefið þeim syndir þeirra? Hann hafði þegar verið krossfestur þegar þetta átti sér stað. Hafði hann þegar borið syndir þeirra á krossin? Eða þurfti þeirra að gjöra iðrun áður en fyrirgefning gæti átt sér stað? Hvenær er það þá sem fyrirgefning á sér stað? Það er þegar við iðrumst, játum syndir okkar frammi fyrir Guði, þannig að hann geti fært þær inn í helgidómin. Er einhver synd sem þú þarft að færa Jesú núna? Bittu hana að gera þér það raunverulegt í huga þér, að hann dó fyrir þig, að þú skiljir fullkomlega þjáningar hans. Honum er umhugað að taka við syndinni, eins erfitt og það er fyrir hann. En gerur þér grein fyrir kostnaðinum, hver hann er? Það eru okkar syndir sem ráku naglana í hendur hans og spjótið í síðu hans. Og svo komum við með syndir okkar og setjum þær á höfuðið sem var sært fyrir okkur og við segjum, fyrirgefðu mér allar þessar syndir sem ég hef dríkt. Við leggjum syndirnar á Jesú, hið flekklausa lamb Guðs, og við þökkum fyrir að í þessu ferli er syndin aðskilin frá okkur. Fyrir trú gerum við tilkall til hreinsandi blóðs. Við trúum því að Jesús hafi dáið í okkar stað og tekið syndir okkar svo við getum verið frjáls.
Ef við viljum vita hvað synd raunverulega kostar, verðum við að fara í gegnum þessa reynslu. En það er ekki tilgangurinn að syndir okkar verði í helgidóminum alla framtíð. Tilgangurinn er að þær verði endanlega þurrkaðar út. Það að hylja syndir og þurrka þær út, það er ekki það sama. Að hylja þýðir að þær falla undir ábyrgð einhvers annars. Hann er nú syndaberiðinn. Að þurrka þær út, það er allt annað. Og hvernig getur hann þurrkað þær út úr himneska helgidóminum? Sjáðu hvað segir hér í Jeremíja 50:20. Á þeim dögum og á þeim tíma, segir Drottinn, mun leitað verða af sekt Ísraels, en hún er ekki framar til, og syndum Júda, og þær finnast ekki, því að ég mun fyrirgefa þeim sem ég læt eftir verða. Þannig okkur er lofað að sá dagur mun koma að syndirnar eru ekki framar til. Sama hvar þú leitar, þær finnast ekki framar. Það að færa syndirnar inn í helgidóminn er ekki endurinn. Það er aðeins byrjunin. Guð ætlar að losa okkur svo rækilega við syndina að hún finnst ekki lengur. Það er málið. Að losna við syndina, og þess vegna dó Jesús, að binda enda á syndina fyrir alla sem hafa valið Jesú Krist sem frelsara. Hvaða dagur var það í helgidóminum í Ísrael sem syndirnar voru endalega færðar út úr helgidóminum? Það var dagur sem bar upp einu sinni á ári og kallaði friðþægingadagur. Við þurfum að vita hvað gerðist á friðþægingadaginn, því hann táknar þann tíma þegar syndirnar eru endalega hreinsaðar út. Við lesum það í 3. Mósebók 16, 23 og 30. Þetta skal vera yður ævarandi lögmál. Í 7. mánuðinum á 10. degi mánaðarins skulu þeir fasta og ekkert verk vinna, hvorki innbornir menn né útlendingar er meðaliðar búa, því á þessum degi skal friðþægt verða fyrir yður til þess að hreinsa yður. Af öllum syndum yðar skulu þeir hreinir vera fyrir Drottni. Sástu þetta? Þetta átti sér stað einu sinni á ári, 7. mánuði og 10. degi. Hvað gerist þá? Það er fyrst þá sem að syndirnar eru hreinsaðar. Alla aðra daga voru syndirnar huldar í blóði lambsins og biðu í helgidóminum fram á þennan dag. En þennan dag voru þær endanlega þurrkaðar út. Það sem átti sér stað þennan dag er lýst í versunum 5 og 8-10. Af söfnuði Ísraelsmanna skal hann taka 2 geithafra í syndafórn og 1 hrút í brennifórn, og Aron skal leggja hluti á báða hafrana, 1 hlut fyrir Drottinn og hinn annan hlut fyrir Asasel, og Aron skal leiða fram hafurinn sem hlutur Drottins féll á og fórna honum í syndafórn, en hafurinn sem hlutur Asasel féll á skal færa lifandi fram fyrir Drottinn til þess að friðþæging fari fram yfir honum og honum sé sleppt til Asasels út á eyðimörkina. Þannig var þetta í helgidómi Ísraelsmanna, sem var aðeins skuggi af því sem raunverulega á sér stað á himnum, himneska helgidóminum. Það eru mismunandi skoðanir á hvernig þetta raunverulega gerist í himneska helgidóm, en sá skilningur sem ég hef aðhylst er á þessa leið, að þarna eru 2 hafrar, annar hafurinn er hafur Drottins, það er Jesús sem var krossfestur. Þá tók hann á sér hlutverk annars hafursins. En ég ætla ekki að fara lengra í það hér í dag, því að hinn hafurinn sem er kallaður Asasel, honum er ekki fórnað. Hann er leiddur lifandi fram. Alla syndirnar í helgidóminum eru lagðar á hann og hann sendur út í eyðimörkina. Asasel er sökudólgurinn, upphafsmaður syndar, og því er það hann sem raunverulega ber endanlega ábyrgð á syndum okkar. Þær eru lagðar á hann og þannig er helgidómurinn endanlega hreinsaður. Lesum áfram í versi 21 og 22. Og Aron skal leggja báðar hendur sínar á höfuð hins lifandi hafurs og játa yfir honum öll afbrot Ísraelsmanna og alla misgjörðir þeirra í hverju sem þeir kunna hafa syndgað, og hann skal leggja þar á höfuð hafursins og senda hann út á eyðimörk með manni sem til þess er ferðbúinn.
og hafurinn skal bera á sér öll afbrot þeirra til óbyggða og hann skal sleppa hafrinum í eyðimörk. Þarna sjáum við hvað verður syndirnar úr helgidóminum. Þær eru lagðar á Asasel og sendar með honum út í eyðimörkina. Og við megum ekki gleyma því að það sem átt þessi stað í hinum jarneska helgidómi, það á sér einnig stað á miklu raunverulegri hátt í hinum himneska helgidómi. Svo einhvers staðar annar staðar í Biblíunni þar sem við getum vita meira örlög Asasels. Hvar haldið þið að það geti verið? Er það í Gamla eða Nýja testamentinu? Þetta er ennþá í framtíðinni og uppfyllingin á þessari athöfn hefur ekki ennþá átt sér stað. Þannig að hvaða bók gæti hugsanlega fjallað örlög Asasels? Hvað með Opinberunarbókin, nánar tiltekið kafli 20 og fyrstu 3 versin? Nú sá ég engil stíga niður af himni, hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekann þann gamla höggorm sem er djöfull og Satan og batt hann 1000 ár. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo hann leiddi ekki fram að þjóðirnar afvega. Allt til þess fullnuðust 1000 árin, eftir það á hann að vera leystur stuttan tíma. Þarna sjáum við hluta uppfyllingunni á Asasel. Djöfullinn upphafsmaður syndarinnar, hinn raunverulegi sökudólgur, höggormurinn úr aldingarðinum, hann er látinn reika eyðimörk með allar syndirnar úr helgidónum og í 1000 ár fær hann að hugleiða hvað hann hefur gert. Og athugið, hann er bara með sínar syndir og þær sem höfðu verið bornar inn í helgidómin. Hvað með aðra syndir og aðra syndara sem ekki báru syndir sínar inn í helgidómin? Malaki segir okkur hvar endalok þeirra eru í 4. kafla, fyrstu 3 versunum. Því sjá dagurinn kemur, brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja, munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir Drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir að þeim rótni kvistur, en yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin upprenna með græðslum til vængjum sínum og þér munuð útkoma og leika yður eins og kálfar sem út hleypt úr stíu og þér munuð sundur tróða hinna ógulegu því að þeir munuð verða sem aska undir iljumiðar á þeim degi ég hefst handa, segir Drottinn allsherjar. Þannig að það verður ekki eftir að þeim rótni kvistur. Þeir munuð brenna upp ásamt öllum syndinum sem þeir hafa dríkt ásamt drekanum með sínar syndir og syndirnar úr helgidóminum. Þannig að sérðu hvað það er mikilvægt að við berum ekki þessa syndir sjálf, heldur færum þær inn í helgidómin. Þetta er hinn raunverulega spurning fyrir þig og mig. Ertu viss að syndir þínar séu komnar inn í helgidómin? Að þær hafi verið fluttar af þér og yfir á Jesú Krist sem syndbera þinn og inn í helgidómin. Leggið þessa syndir á lamb Guðs, Jesú Krist, talaðu við Jesú, gefðu honum syndir þínar, hann mun taka þær, hann hefur lofað að taka við þeim. En taktu eftir að þessi spádómur í Malaki, það í Gamla testamentinu. Reyndar síðustu bók í Gamla testamentinu. Þetta síðasti spádómurinn sem hafði verið gefinn Ísraelsmönnum áður en Kristur kom í heiminn. Hvernig túlkuðu þeir þennan spádóm? Þeir héldu að Rómverjar yrðu aska undir fótum þeirra og þeirra ríki myndi taka yfir alla jörðina. Og það var ekki alrangt hjá þeim, því á endanum mun Ísrael, það andlegt Ísrael, taka yfir alla jörðina og þá verða Rómverjar og aðrir sem ekki fluttu syndir sínar samviskusamlega inn í helgidómin að ösku undir fótum þeirra, eins og Malaki lýsir hér. Og við lesum í Hebreabréfinu 9, 23 og 24 að það segir, það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum yrðu hreinsaðar með slíku, en sjálftið himneska krefst betri fórnar en þessara, því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndumgjörðan eftirmynd hins sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himinin
til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Og þarna sjáum við að helgidómur Ísraelsmanna var módel af raunverulegum helgidómi á himni. Hann var gefinn til að sýna okkur hvernig Guð raunverulega afgreiðir syndir okkar. Það var ekki allt afgreitt á krossinu. Kristur enn í dag að færa syndir okkar inn í helgidómin á himnum fyrir blóð sitt sem hann úttelt á Golgata. Guð á við vandamál að stríða og vandamál hans stærra en nokkurt vandamál sem þú og ég eigum við. Hvernig á hann að frelsa syndara án þess að réttlæta synd í leiðinni? Vegna þess að ég einstaklingur, ég hef frjálst val og hvað sem ég vel mun Guð virða og heiðra. Það vandamálið sem Guð hefur. Hvernig á að losna við synd án þess að missa þig og mig? Hann hefði getað sagt, eyðum syndurunum, byrjum upp á nýtt. Hann kaus að gera það ekki þannig. Í helgidóminum staðurinn sem við þurfum að fara til að skilja hvað Guð að gera til að frelsa syndara án þess að réttlæta syndina. Eina leiðin sem Guð sagði myndi virka í gegnum helgidómin. En við finnum okkur aftur og aftur í hringrás synda og iðrunar. Og trúðu mér, við munum aldrei hætta að syndga og vera stöðug þar til við sjáum ljótleika syndarinnar. Í hinu sanna helgidómi lærum við þennan boðskap. Við þurfum að sjá það hver okkar þáttur Þá og aðeins þá getum við sameinast honum í að leysa þetta syndavandamál alla eilíð. Þegar þú kemur til Golgata, sérðu hann sem var ekki drepinn fyrir slysni, ekki aðeins af ógæfu, heldur vísvitandi vegna hrokafullu syndar okkar. Við sjáum hann sem við höfum drepið vegna brota okkar og við segjum, Guð, þetta gjaldið? Þetta það sem það kostar? Eru þetta afleiðingarnar af minni synd? Engin önnur leið? Nei, það engin önnur leið. Og það engin önnur leið fyrir okkur að hafa frið í hjörtum okkar og hljóta fyrirgefningu. Þegar við gerum okkur grein fyrir að synd okkar hefur drepið Jesú Krist, þá ætti það að koma í veg fyrir að við gerum það aftur. Þegar hjörtu okkar eru sundurkramin vegna syndar, þá sjáum við hvað brot okkar hefur gert í Jesú. Þegar við raunverulega gerum okkur grein fyrir þessu, þá ætti aðeins að vera eitt svar. Jesus, please, taktu þetta frá mér að eilífu, drottinn minn og Guð. Og hver tilgangurinn með öllu þessu? Hvaða árangur vill Guð sjá af öllu starfi sínu? Heldur að hann hafi einhverja ánægju af því að sjá helgidóminn stöðulega ataðan af syndum okkar dag eftir dag? Nei, það sem hann vill að við verðum heilög og lýtalaus. Hann vill sjá okkur komast á þann stað þar sem við þurfum ekki lengur að óhreinka helgidóminn. Sjáðu hvað Páll segir hér í Efesusbréfinu 5:25-27. Þér menn elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana. Kristur elskar okkur. Hann elskar okkur svo mikið að hann dó á krossi fyrir okkur og hann daglega þjónar í helgidóminum fyrir okkur til að hylja syndir okkar. En hann vill ekki hafa það þannig til frambúðar. Því hver tilgangurinn með öllu þessu subbulega ferli? Það segir til þess að helga hana. Það kirkjuna, okkur og hvað meira? Og hreinsa í laug vassins með orði. Og hvers vegna helgar hann hana og hreinsar? Hann gerir það vegna þess að eins og hann segir þarna, hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða rukku, né nokkuð neitt þess áttar. Heilög skildi hún og lýtalaus. Hann þráir að við verðum heilög og lýtalaus. Þannig að við þurfum ekki lengur að óhreinka helgidóminn á himnum. Það gerist ekki nema við sjáum hvað syndin raunverulega gerir honum.
ekki bara á krossinum, heldur daglega í helgidómnum á himnum. Þegar við gerum okkur grein fyrir því, þá viljum við ekki koma svo fram við hann lengur. Við viljum þá ekki leggja þessa byrði á hann. Það er þá sem við hrópum: Elsku Jesús, ég þekkti þig aðeins af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt er í augum þínum. Ó Guð minn og frelsari, skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Ég vil ekki særa þig meira, elsku Jesús. Ég vil ekki þurfa að koma með brot mín lengur. Taktu þetta frá mér, elsku Jesús, að eilífu, Guð minn og frelsari minn. Amen.